Í kafla 5 þá stýrð þriggja-fasa afreiðun. Það seinni hlutinn í kaflanum og við erum með nokkrar tegundir að þessari þriggja-fasa afreiðun. Við höfum engar myndir núna reyndar af hálfbylgjuafreiðun í þessari bók, enda við höfum í rauninni ekki mikið af svoleiðis rásum hérna í skólanum heldur. En sem sagt í heilbylgjuafreiðun sem hálfstýrð, þar erum við með 3 týrstórar og 3 díóður og það vísað í mynd hvaða myndir þetta eru og það kallað að það eru þá 6 púlsa stýring og við vitum það náttúrulega líka að ef við erum að afreiða, þetta tengist líka þessari afreiðun, að við erum með svona 6 bylgjur fyrir hverja 360 gráður og þá fáum við púls sem að fyrir hverja heila bylgju þá fáum við svona 6 púlsa í spennuna. Og svo erum við með heilbylgjuafreiðun, heilstýrða og 6 týrstóra, en þar getum við líka að fara að nýta hemlunaraflið og við erum síðan með tvöfalda, það líka sem sagt 6 púlsar, en þá erum við að nota aðra brún í einu, en við erum með 12 týrstóra, vegna þess að við erum með 2 brýr. Og síðan ef við erum með heilbylgjuafreiðun, heilstýrða og ef hún raðtengd, þá getum við verið með tengingu frá spennum og þannig getum við verið með svona smá hliðrun á riðspennunni, þannig við getum verið með sem sagt 12 púlsa í þeirri stýringu. Það bara mynd sem við sjáum á eftir. Er þetta skjalið á inni eða? Þetta bókin, kennslubókin. Og hérna á innunni, hins vegar, gott, það samantekt yfir spennuform og týrstóra brýr. Það mjög gott að opna það og hafa það þegar við fjöllum þennan kafla, þetta efni. Og líka seinna þá gott að hafa við hendina yfirlit yfir efni áfangans, opna þessi 2 skjöl og aðeins að skoða hvernig þetta lítur út. Ég ætla aðeins að fara í þessa samantakti spennuformi því að það fyrir þessa þriggja-fasa afreiðun, það náttúrulega fyrir einfasa framar sko. Hérna hinar rásirnar sem við erum búin að fjalla og spennuformið þar. En hérna aftar í þessu skjali, þar erum við með hvernig bylgjan lítur út. Ef við erum með hálfstýrða þriggja-fasa afreiðisbrú, þá erum við í rauninni bara að stjórna jákvæðri spennu og við erum að stjórna frá 0 til 180 gráður. Allt saman við fáið á öllu þessu sviði jákvæða spennu. Við 30 gráðar þá lítur spennuformið út svona eins og við sjáum hérna mynd 545A og síðan ef við gefum stýripúls við 60 gráður þá fáum við aðeins minna af spennu og það lækkar sjáið meðalgildið. Það vantar hérna eðið hérna á myndina. Það lækkar meðalgildið hérna ef við höfum stærri opnunarhorn eins og þið þekkið. Og síðan ef við erum með 90 gráður þá samt ennþá með jákvæða spennu og alveg frá 90 gráðum og upp í 180 gráður þá erum við með einhverja meðalspennu en hún lækkar hérna niður í 0 þegar við komum í 180 gráður. Þegar við erum með þessa brú hérna bara 3 týrstóra til dæmis á ofanverðu og 3 á móti 3 díóðum. Sem sagt hálfstýrða þriggja-fasa brú. Og þetta þá formúlan fyrir þriggja-fasa hálfstýrða afreiðun. Og mjög svipuð formúla eins og við höfum verið að nota en það bætist við hérna við erum með 3 sinnum rótina 2 sinnum deilt með 2 sinnum pí vegna þess að við erum bara með hálfstýrða brú og sinnum svíinn 1 pluss kósinus á opnunarhorninu.
En bara til að bera saman, ef við værum með 3 fasa óstýra afriðun, þá erum við bara með hérna 6 púlsa hérna uppi, eða þess að 6 skárur fyrir hverja 360 gráður. Þá værum við með útreikning á meðalgildi spennunar svona, 3 sinnum rótana 2 sinnum virkagildi spennunar inn og deilt með pi. En sem sagt, munurinn á þessari rás og með hérna 6 týrstórum er sá að í 90 gráðunum þá erum við með 0 volt. Það er vegna þess að við erum að nota jafnströmsvél sem mótor frá 0 til 90 gráðu. Það er með jákvæða spennu. Til dæmis eins og hérna 30 gráðu og 60 gráðu, það er jákvæða spenna. En þegar við komum upp í 90 gráður, þá erum við komið með 0 í spenna. Eftir 90 gráðu og til 180 gráðu, þá erum við með neikvæða spennu. Og til hvers? Jú, frá 90 gráðum opnuðu horni og upp í 180 gráðu opnuðu horn. Til hvers erum við með þetta neikvæða spennu? Jú, það er til þess að geta keyrt hemlunarafl tilbaka inn á 3 fasa raforkukerfið. Og það eru til dæmis að gera þegar við að setja út veiðarfæri, troll, út í sjó. Það er það sem er ennþá verið að gera, raunverulega hérna út í flotanum. Og hérna við bara fjöllum það og notum, skoðum hvernig við gerum þetta. Svo að hérna síðan bara af því að við vorum með þessa 12 púlsa afriðun, það er þessi 2 spennar sem ég myndist á og vegna þess að það er smá gráðu munur á spennunum frá eftirvafinu. Þess vegna getum við haft sem sagt 12 púlsa í þessari hérna spennu yfir þetta álag. En við fjöllum ekkert meir þetta. Þetta er notað við svakalega mikið afl. Er þetta eitthvað fyrir próf? Nei, þetta er ekki fyrir próf. Bara af því að þetta var inn í töflunni. Ok, það sem að ég ætlaði svo að fara í gegnum með ykkur var í rauninni þessi stýring hérna. Hinn, sjá, þessi hérna, stýr 3 fasa afriðun, sko, og þetta er taflan sem við skoðum hérna með 3 týrstórum, hálfbylgjuárum. Þetta er sem sagt til, þó við séum ekki að nota þetta mikið. Síðan erum við með algengari brú sem er með 3 týrstóra og 30, sem sagt hálfstýrða brú, 3 fasa, og síðan erum við með heilbylgjuárum, heilstýrða, 6 týrstóra og 6 púlsa, og svo heilbylgjuárum, heilstýrða, hún er 2-föld og þá erum við 12 týrstóra. Og við skoðum hérna þetta aðeins betur. Heilbylgjuárum, hálfstýrð, hérna er 6 púlsa útlit á spennunni. 3 týrstórar, 3 díóður. Og við erum alltaf með jákvæða spennu út frá þessari brú. Þessi brú er heilbylgjuárum, hún er heilstýrð. 3 týrstórar er ofanverðu líka 3 týrstórar á neðanverðu, sem sagt 6 týrstórar. Hérna erum við með jákvæða spennu frá 0 til 90 gráður, neikvæða spennu frá 90 gráður til 180 gráður. Næsta. Ef við erum með 2 brýr, þá snýr brúi 1 eins og við vorum að skoða hérna áðan, þannig að við erum jákvæða spennu hérna ofanverðu og við fáum þá straum hérna í gegnum snúðrás jafnströmsvélar, eða þá er hann til dæmis mótor. Og ef við erum með brú 2, þá getum við snúið til dæmis snúningsáttinni við með því að senda strauminn í hinn áttinni gegnum mótorinn. Og þessar 2 brýr gefa okkur sem sagt möguleika á miklu meiri stýringu með þennan mótor. Og hvernig er þetta allt saman hugsað? Jú, þetta er hugsað eins og svona gerfi hér. Með svona ákveðna fjórðunga, með 4 fjórðunga. Og í fyrsta fjórðungnum þá segjum við að brú 1
hún er að gefa okkur straum í gegnum mótor, sem sagt, þá rafvélin sem mótor og við getum í rauninni með þessum tveimur brúm, þá getum við notað sem sagt mótorinn eða rafvélina í öllum þessum fjórðungum. Skoðum þetta aðeins betur í annarri glæri hérna, hinn í glærunni. Þá skulum skoða þetta hérna. Við erum þá í raun aðalega með heilstýrða brú. Og þá sjáum við hérna aðeins varðandi spennuna. Sko, hún er jákvæð þegar frá 0 til 90 gráður. Og við sjáum þetta kósinus á opnunarhorninu hérna. Við sjáum síðan ef að kósinusin af opnunarhorninu er neikvæður frá 90 gráðum og upp í 180 gráður, að þá fáum við sem sagt möguleika á því að nýta hemlunarafl frá rafvélinni. Og þess vegna erum við með tvær brýr. Svo þetta spennan út við 30 gráða opnunarhorn lítur út svona og við erum með 6 púlsa fyrir hverja 360 gráður og síðan við 60 gráður þá lítur spennan öðruvísi út. Það er lengra frá sem sagt 0 viðmiðuninni, en í þessari rás hérna þá er bæði þegar spennan hérna kemur saman hérna, þá er 60 gráður hérna frá og í opnunarhornið og líka hérna að neðanverðu. Hérna er spennan að 0 volt á milli þessar tveggja spenna, þess vegna er hérna frá og yfir í opnunarhornið, sem sagt opnunarhornið hérna frá hingað og þá fáum við púls, það er 60 gráður. Svo að þannig virkar þetta, en við 90 gráðar þá er spennan jafn há neikvæð, sem sagt hérna að neðanverðu við 0-línuna og jákvæð. Jafn há spenna, jákvæð og neikvæð. Hvað þýðir það? Að við fáum 0 volt út úr brúnni við 90 gráður, skiljið. Aðeins að leggja á minnið svona hvernig þetta lítur út í 0-inu hérna. Þegar er 0 volt út úr brúnni, þá er jafn há jákvæðspenna og neikvæðspenna. Síðan, ef við erum með til dæmis 120 gráður, þá fáum við neikvæðspennu út úr brúnni. Þá getum við keyrt tilbaka hemlunarafl. Við erum að kasta út veiðarfærunum og fá strauminn tilbaka frá mótornum og mótorinn orðin að rafala, sem sagt spilmótorinn orðin að rafala og sendi strauminn tilbaka og fá afl inn á kerfið. Nei, tími. Ok. Þeir eru byrjað að nota þetta á nýju spilunum. Já, þetta er búið að vera í gangi í mörg ár. Ekki að framlega ramman inn á kerfið. Jú. Ekki inn á Íslandi. Jú. Já. Sem sagt að Ekki Vestmanni. hérna sem sagt höfum við texta yfir þetta að við nýtum þetta í sambandi við tókspil með jarðströmsmótor þegar við erum að slaka á trollinu og þá stýrum við brúnni milli 90 og 180 gráðu eftir hvað við erum að hemla mikið, þannig að veiðarfærin fari ekki eins hratt út, skiljið. Já. Við vorum með rammanspil, við vorum ekki að nýta neitt rammanspil tilbaka, ekki inn á kerfið. Nei, en þið kannski héldu við, en þá var þeirri orku eitt með því að setja það í viðnám sem að er staðsett það sem er góð kæling, til dæmis í Það var rosa kæling á kerfinu, sko. Já. Í skorsteinshúsinu er þetta oft staðsett. Þessir Spilhús, Já. mótorarnir voru inn í og allt ræðslega. Akkurat. Þannig að stundum er þessari hemlunarorku bara hent, en það er nefnilega hægt að nýta hana. Svo að hér er þá bara smá sýningardæmi sem sagt hvernig við getum sett inn. Nú er formúlan öðruvísi þegar við erum með heilstýrabrú. Þá er hún bara 3 sinnum rótana 2 sinnum deilt með pi sinnum kósinus og alfa. Þetta er öðruvísi formúla. Ekki svona mynd, skilur við þess að áttagraði hvað væri... Þið fáið þessar glærur allar saman. Nei, ég er að segja, þú veist,
prófið og kemur kannski myndana. Já. Við myndum ekki vita hornið. Skilju. Já, þið myndir kannski verið spurð að því. Hvað eru margir týristórar í svona brú eða sérst hvernig brú er notuð til þess að fá svona spennu? Allt í lagi. Við sjáum. Þannig að við förum betur yfir þessa mynd hérna í næsta tíma af því að það eru svo margir að þurfa að fara núna en ég ætla bara rétt að renna yfir þetta að þegar að við erum með í hífingu þá erum við með brú 1 og hún er að afriða og senda straum hérna gegnum mótorinn. Mótorinn er sérst þá í mótoravirkni. Já, ég fer aftur í þetta. Ég ætla bara að klára upptökuna og senda hana inn. Og ef við erum með slökun, þá er brú 1 að áriða tilbaka inn á netið. Þetta í fjórðungi. En til þess að við getum sem sagt sett veiðarfærin af stað út, þá þurfum við að setja straum eitt augnablik á brú 2. Það er upphaf slökunarinnar til þess að koma mótornum í hina snúningsáttina. Og þá er mótorinn í mótoravirkni, eða rafvélinn í mótoravirkni í brú 2 og það er þessi þriðji fjórðungur. Þessi brú 2, það er... Hvað er þessi hægri megin? Brú 2 hérna ofar mert? Já. Það er hægri brúin. Og þá sendir hún strauminn í hina áttina gegnum mótorinn svo hann fari í hina snúningsáttina. Hvað er það númer 2 sem er ekki með? Það er við notum það ekki. Og þá væri sem sagt mótorinn í rafalavirkni og við værum að framleiða tilbaka með brú 2 en við getum ekki gert það náttúrulega í spilkerfinu. En í venjulegu spilkerfi. Sko, en við getum skoðað þetta betur með þessari mynd hérna. Þá erum við með annan fjórðunginn. Þá væri rafvélinn í rafalavirkni og þá segjum við það G-rafali hérna. G-rafali, já. Og í þriðja fjórðungi þá er brú 2 sem sagt að senda strauminn hérna í gegnum mótorinn þannig að hann snýst í hina áttina og þá er mótorinn sem sagt í mótoravirkni eða rafvélinn í mótoravirkni. Og það þurfum við að skjóta inn á hann ef við til dæmis erum að byrja á því að fá sem sagt tromluna til þess að snúast svo að veiðarfærin fari út. En það er bara í augnablik, síðan tekur sjórinn við veiðarfærinum og það fer að toga í, þá skellum við yfir á fjórða fjórðunginn, þá verður rafvélinn að rafala og fer að framleiða straum sem sagt þegar við sendum sem sagt púlsa kóðan inn á brú 1 að þá fer brú 1 að áriða tilbaka þess að hemlunaraflið frá því að sjórinn að taka við veiðarfærin og veiðarfærin draga í tromluna og hérna framleiðir rafvélinn strauminn tilbaka með brú 1 inn á þetta þriggjafarsa net 1, 2 og 3 hérna. En við förum bara betur yfir þetta í næsta tíma. Skoðum þetta betur þá. Við förum betur yfir þetta sem sagt hvernig þetta er gert allt saman. Þá förum við í gegnum þessa glæri betur og ég ætla að tekka að þið séu örugglega með þær. Sendi þær þá inn ef þið eru ekki með þetta. Ok. Má ég sjá aðeins myndin aftur og það varst með